Komið sælir áhundur og verið velkomnir í frétt- og umræðuþáttinn 21 á fimmtudagskveldi. Já, framöndan við ætlum að heimsækja tölvuleikjafyrirtækið Solid Clouds. Mjög spennandi hjá þeim hvað þeir eru að búa til. Síðan ætlum við að fá leikarana Þuríði Blæ Jóhannsdóttur og Harald Ara Stefánsson sem að leika aðalhlutverkin og einu hlutverkin í nýju íslensku verki eftir Jón Magnús Arnarsson sem Dúndurverk. var dúndurverk frumsýnt á föstudaginn Óbóðslega kröftugt. í Borgarleikhúsinu. Þarna er þetta er í bundnu máli, þetta er svona slam, ljóðaslam líka og alveg geggjuð sýning, reynir gríðarlega mikið á leikarana, hlélaust. Þannig að þetta setjast hérna hjá mér og eftir mig sikja því frábæra og leikskáldi heldur betur komið af leikara fólki. Já, það er Þórhildur Þorleifs og Arnar Jónsson sem eiga þennan dreng. Já, Arna Hauksdóttir, prófessor í læknisfræði við Háskóla Íslands, ætlar að setjast niður hjá mér og ræða fyrstu niðurstöður í mjög viðamikilli rannsókn ofbeldi á hendur konum og það kemur í ljós samkvæmt fyrstu tölum úr þeirri rannsókn að 40% kvenna sem þegar hafa svarað, 23.000 konur, hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi svo sem nauðgun eða tilraun til nauðgunar. Þannig að, Linda, við búum í ofbeldissamfélagi. Já, þetta er alltaf komið betur og betur í ljós að þetta þrífst. En þetta er rannsókn sem var lagt af stað með í fyrra og þá var óskað eftir sögum, reynslusögum frá konum, nafnleynd og allt það. Óskaplega metnaðarfull rannsókn og henni er ekki lokið, þetta eru fyrstu niðurstöður. Svo er það fjölveiki, það er hugtak sem við þekkjum ekki mjög mikið. Þetta er þegar að fólk er með einn eða fleiri sjúkdóm. Þetta getur verið af völdum þess að þú hefur orðið fyrir einhver áfalli eða erfiðri lífsreynslu, mikil streita, hefur kannski bara unnið yfir þig og þú getur til dæmis verið með mígreni og stoðkerfisvanda. Þannig að það þarf að horfa heildrænt á einstaklingin. 42% normanna milli 20 og 80 ára eru með fjölveiki. 42%? Já, sem eru með eitthvað tvennt sem þeir eru að glíma við og það er engin ástæða til þess að ætla en þessi tali eigi við Ísland og ætlum að fá heimilislækni konu til okkar sem að þekkir þetta vel. Hún gerði doktorsrannsóknina sína utan þetta. Kíkjum aðeins í helstu fréttir og áður við skellum okkur í sjálfan þáttinn. Þetta er kannski það sem koma skal. Viðskiptablaðið í dag, versnandi horfur. Já, þetta eru fjármálastjórar stórra fyrirtækja. Þeir óttast lækkað gengi krónunar og eru svartsýnni en svartsýnir voru einhvern tímann fyrir 5 ára síðan eða eitthvað svona. Mogginni með athyglisverða úttekt úr bókinni Þórðar Snæs Júlíussonar, okkar manns, hjá Kjarnanum, en hún er að koma út í dag. Kaupþing, góður titill hjá Dodda. Og þarna er verið að gæjast aðeins inn í bókina sem sýnir kannski í öðrum bókum betur hvað þetta var voru skrítin viðskipti. Ég held ég bara noti það orð. Gríp hérna niður í smá bút úr úttekt Moggans. Kaupþing lánaði Bakkavarabræðrum til að kaupa hluti í sjálfum sér. Peningarnir sem Bakkavarabræður greiddu Kaupþingi og fengnir voru að láni frá sama banka. Nýttu svo til að lána Velling og Partners á bresku Jómfrúareyjum sem lána Hocken Afferhauser til að þykjast kaupa hluti í Búnaðarbankanum og svo framvegis. Nærðu þessu? Nei. Þetta er rosalega en þeir sem ná þessu græddu milljarða, jafnvel 20 milljarða á svona fléttum. Þórður Snær er upplýsað að þetta fyrirtæki, Deckhill Advisors, sem er á Álandseyjum og fekk peninga út úr einkavæðingu Búnaðarbankans með þessari fléttu þarna, að þeir sem eru taldir eiga það séu Bakkavarabræður. Skilur einhver starfsemi Íslandspósts lengur þessi... Þetta er ekki gott. Nei, þetta fyrrum ríkisfyrirtæki, þeir voru nú alltaf góðir saman, Póstur og Sími. Nú heitir þetta Íslandspóstur og eru að mörgu leyti í samkeppnisrekstri og þarf alltaf að fá hjálp ríkisins til að halda út þessum samkeppnisrekstri. Hvað þurfum við núna? 1,5 milljarð? Eitthvað svoleiðis. Og Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, hann er bara kjaftstopp út af þessu. Já, hver á að bera ábyrgð á svo slæmum rekstri Íslandspósts? Það þarf bara að koma hann til bjargar. Ofboðslega flott úttekt Morgunblaðsins á framtíðar möguleikum og framtíðar sviðsmyndum Keflavíkurflugvallar. Þetta er eitthvað smáræðis sögulegt tækifæri, þar að segja við verðum þá aðal millilendingin á Norður Atlantshafi. Það segja þegar fólk er að fara frá milli Evrópu og Bandaríkjanna sem að fólk gerir æ meira og þetta yrði umferð, aukningin yrði 45% og það myndi þurfa þá að byggja við, náttúrulega Leifsstöðina sem samsvarar svona fermetrum Smáralind pluss Kringlan. Og þetta er óbúslega fagleg og góð úttekt hjá þeim snjalla blaðamanni Baldri Arnarsinni og hér sést til dæmis bara á myndum úr lofti hvernig völlurinn hefur þanist út á síðustu árum og á eftir að stækka enn meira. Ég er ekki þessum að miðnesheiðin dugi.
Nei, þú meinar. Já, við sjáum til sögulegt tækifæri, þetta svo sem ekki í Höfn, en það mjög metnaðarfullar áætlanir sem sé hjá Isavia. Við förum að slá í klárinn. Já, við förum að slá í þennan klár. Já. Hann klár. Við ætlum að fá næst fyrstu niðurstöður úr mjög metnaðarfullri rannsókn sem varðar ofbeldi gegn konum og Arna Hauksdóttir sest hjá Sigmundi Erni. Við ætlum á næstu mínútum að tala áfallasögu kvenna. Það að baki mikil og viðamikil rannsókn á ofbeldi í garð kvenna og fyrstu niðurstöður, þessi rannsókn á eftir að vara í nokkur misseri, að fjórðungur kvenna hefur orðið fyrir nauðgun eða nauðgunartilraun á lífsleiðinni og það eru margar aðrar niðurstöður sem eru sláandi. Ríflega 40% þátttakenda í rannsókninni eiga sögu framhjáhald eða höfnun af hendi maka og einn af hverjum 6 þáttakendum í rannsókninni á að baki lífshættuleg veikindi eða meiðsl og það bil þriðjungur erfiða fæðingareyðslu. Við erum að fá þarna upplýsingar heilsufar kvenna í mjög breiðri mynd og hjá mér sest prófessor í læknadeild Háskóla Íslands Arna Hauksdóttir sem hefur unnið að rannsókninni á síðustu misserum ásamt Unni Valdimarsdóttur, sömuleiðis prófessor við læknadeild Háskóla Íslands. Þetta mjög metnaðarfull rannsókn. Já, hún það vissulega. Við hefum verið í mörg ára að undirbúa og ég mætti segja alveg síðan 2010. Þar sem við fengum það hugmynd, við hefum báðar verið að rannsaka áhrif áfalla og heilsu í fjöldamörg ár, bæði meðal karla og kvenna. Og síðan þróast þessi hugmynd hjá okkur og þannig að við unnum lengi með hana, vorum lengi að afla okkur styrkja því að svona þetta krefst gífurlegs fjármagns. Og síðan fyrir 2 árum þá fengum við 2 stóra rannsóknarstyrki, bæði frá Evrópska rannsóknarráðinu og frá Rannís sem gerði okkur kleift að fara í þetta risastóra verkefni. Og það sannarlega stórt. Þið náttúrulega ætluðu bara einfaldlega að ná til allra kvenna á Íslandi nokkurn veginn. Já, við ætlum að gera það. Og hvernig hefur það tekist? Það hefur gengið mjög vel hingað til. Síðasta vor þá boðuðum við 50.000 konur í gegnum SMS, þær sem voru með skráð símanúmer. Og núna í nóvember erum við að senda bréf í póstiti þeirra sem ekki með skráð númer og hafa ekki tekið þátt nú þegar. Og það bara gengur mjög vel, þannig að nú eru 23.000 konur komnar inn í rannsóknina. Svörunin góð? Svörunin góð og það sem gleður okkur mjög að hún jöfn. Hún jöfn yfir landið og hún kannski aðeins hærri á suðvesturhorninu en annars hún mjög jöfn og eftir menntun og eftir tekjum og aldri. Og þetta náttúrulega mjög mikilvægt þegar maður að skoða stóran hóp fólks og í öllum rannsóknum að þessir hlutir séu í lagi. En af hverju, Arna, eru konur tilbúnar að tjá sig þetta? Þetta eru mjög viðkvæm málefni. Þetta eru mjög viðkvæm málefni og margar þeirra hafa sagt okkur og haft samband að þær hafa kannski engum sagt frá áður út af frá þeim áföllum sem þær hafa lent í. Þannig að þær eru að treysta rannsókninni fyrir mikilvægum upplýsingum. Þær eru tilbúnar, held ég líka, út af bara umræðu síðasta árs, út af MeToo sem vakti upp heilmikla byltingu og endurhugsun á minningum kvenna og vilja einfaldlega leggja sitt af mörkum til að búa til aukna þekkingu þannig að sé hægt einhvern veginn að laga stöðuna sem hún í dag. Og MeToo-byltingin kemur eins og himnasending fyrir ykkur að vissu leyti, hún opnar umræðina. Hún gerir það svo sannarlega og þarna við vorum með þess að spurðar einhvern tíma hvort það væri tenging þarna á milli, en hún það nú ekki, en stundum það. Já, það tilviljun, en stundum það nú þannig að hugmyndir fæðast á sitthvorn staðnum í heiminum og koma síðan einhvern veginn saman á sama tíma, en vissulega var þetta mikil hvatning fyrir okkur og allar þær sögur sem komið þarna fram og lýsingar á mjög óhuggulegum ofbeldissögum sem þarna konur hafði upplifað og engum sagt frá áður. Þannig að við, okkur finnst við sigla mjög vel í kjölfarið á því. Nú hefur samfélagið opnast ofboðslega mikið á síðustu, eigum að segja 30 árum. Tabúin öll eru meira og minna að baki. Við erum búin að átta okkur á því að þetta samfélag að mörgu leyti brotið. Við búum við þunglindi, alkohólisma, heimilisofbeldi, nauðganir og hvað þetta allt saman heitir og ekki fallegt. Hafa konur allan tíman kannski talað þetta sína milli? Það held ég ekki. Nei. Ég held að þarna, og að því þú talar þróun síðustu ára, þá sem bara mjög mikið líka hafa gerst síðustu 5 ára. Já.
Þannig að þetta hefur verið tabú meðal kvenna að einhver sé að berja á þeim, tala ekki nauðga. Já, ég held það svo sannarlega og þarna við sjáum til dæmis bara þegar við erum að skoða til dæmis aðrar rannsóknir eftir aldri að þá yfirleitt frekar yngri konur sem að greina frá því að hafa orðið fyrir ofbeldi frekar en eldri konur. Ég held svo sannarlega að staðan sé ekki þannig, ég held að eldri konur hafi alveg upplifað margt og ekki verið stöðu heldur en yngri konur í dag en það svona ákveðin umræðu hefð og tabú eins og þú segir sem eru svo sannarlega að breytast sem betur fer. En heldurðu talandi þessi 30 ár þar sem að gríðarlega margt hefur breyst, sumt til batnaðar, sumt ekki, að svona hugarfar, afstaða kvenna til ofbeldis hafi breyst. Það sem konur töldu að væri kannski ekki ofbeldi fyrir 30 árum, vitaðir að núna, sérstaklega andlegt ofbeldi. Já, ég held að það sé algjörlega rétt og ég held meiri segja að þetta er mjög mikið breyst í kjölfar MeToo. Að það hefur mjög margar konur aldrei hugsað eitthvað atvik sem þær lentu í sem nauðgun eða nauðgunartilraun en í kjölfar MeToo og horfa tilbaka og eru að endurmeta sínar hugsanir sem gæti kannski hluta skýrt þessar háu tölur sem við erum að sjá hjá þessum þáttakendum. Þannig að ég held að það svo sannarlega geti skipt máli. Hvað kom þér mest á óvart? Nú þetta frumniðurstöður sem eru nú komnar fram úr svona fyrsta hluta rannsóknarinn ef svo má segja. Þegar maður les í gegnum niðurstöðurnar þá er margt sláandi. Hvað kom þér mest á óvart? Það var svo margt en svona yfir heildina voru það þessar háu tölur áfalla og þetta er ekki bara tengt ofbeldi, þetta er líka tengt hlutum eins og framhjáhald á höfnum eða erfiðri fæðingarreynslu og þetta eru svona háar tölur yfir allt. Það má líka svona velta fyrir sér að þarna þegar 23.000 konur búin að svara að þetta séu kannski þær konur sem svöruðu fyrst sem að hafa upplifað áföll. Af því að við höfum heyrt svolítið utan að okkur að þær konur sem ekki hafa upplifað áföll teljist ekki þurfa að taka þátt. Þannig að við erum svona að reyna að breiða út þann boðskap að við viljum fá allar konur inn í þessari rannsókn, hvort sem það er litla eða miðlungs eða mikla áfallasögu. Það er svo mikilvægt líka til að fá rétta mynd af þessum hlutföllum og til að þarna sjá hvort þetta gefur speglar íslensku kvenþjóðina. Sko fjórðungur kvenna hefur orðið fyrir nauðgun eða nauðgunartilraun. Þetta segir manni að við búum í ofbeldisfullu samfélagi. Já, enn sem komið getur ekki alveg auðvitað, þetta er hræðilegt en sko, og þetta er þá ofbeldisfullt samfélag en þarna við getum ennþá ekki sagt að þetta séu 25% allra íslenskra kvenna af því að þetta gæti verið skekkt en það sem mér finnst líka merkilegt við þessar háu tölur er að Ísland þykir eitt af jafnréttissinnustu þjóðfélögum í heimi og við erum samt að sjá þennan fjölda á þetta hlutfall hér. Og hvernig er þetta þá annars staðar? Hvernig er þetta þá annars staðar? Og það finnst mér svona ansi merkilegt að velta fyrir mér. Þið Unnur sem hafa verið að vinna þessa rannsókn, báðar prófessorar við Læknadeild Háskóla Íslands. Hvað segir þetta okkur heilsufar kvenna? Svona ofboðslegt ofbeldi, höfnun, einelti, andleg stríðni, andlegt ofbeldi. Þetta hlýtur á áhrif á almennt heilsufar kvenna. Já, sko, fyrir rannsóknir hafa sýnt að alvarlegir hlutir hafa áhrif á heilsu. En það er náttúrulega ástæðan fyrir því að við fórum út í þetta, að við viljum skilja þetta betur og langtíma áhrif líka sem hefur kannski verið erfiðar að sjá hingað til í rannsóknum að því við horfum á þetta sem langtíma rannsókn. Við getum skoðað þessu gögn sem við erum með núna og tengt síðan til framtíðar við önnur gögn eins og heilbrigðisgagnagrunna. Þannig að þetta mun segja okkur heilmikið það hvernig áföll hafa áhrif á heilsu og hvaða þættir, ekki síður hvaða þættir hafa áhrif á þetta samband. Að því að flestir jafna sig eftir áföll og það verður allt í lagi, en aðrir gera það ekki og við verum að skilja betur hverjir eru að jafna sig og hverjir ekki og það geta verið umhverfisþættir eða ýmsir þættir í félagslegu stuðningur, félagslegt net, bakgrunnur og síðan er náttúrulega eitt af stóru markmiðum rannsóknarinnar að tengja þetta við erfðafræðina og til að skoða hvort einhver breytileiki þar geti skýrtað út hverjir jafna sig og hverjir ekki. Og það er mikil nýlunda í heiminum, það er svona nýja brömið
líka við þessa rannsókn að geta það. Já, en þetta opnar manni sýn á svona umhverfi kvenna sem kannski hlaðið ótta við höfnun, ótta við andlegt ofbeldi, ég tala ekki um líkamlegt ofbeldi, sem getur auðveldlega væntanlega leitt af sér kvíða. Já, kvíði er eitt af þeim einkennum sem að getur komið í kjölfar svona áfalla og áfallastreita til dæmis sem að getur verið mjög illviðráðanlega ef að ekki fæst viðunandi meðferð og þetta snýst þetta svolítið það að ef maður með kvíða, þunglyndi eða áfallastreitu til dæmis eftir áfall að þá verður maður að fá meðferð. Annars getur það þróast út í alvarlegri hluti. En hvernig stöndum okkur þar? Mér finnst þið ekki standa okkur nægilega vel. Mér finnst, svo ég segja nú bara hreint út, mér finnst pínu skömm að því að eins og sálfræðingar sé ekki hluti af okkar almannatryggingakerfi. Alveg eins og læknar og lyf eru og það sé ódýrara fyrir manneskju sem greinist með kvíða að fara á kvíðalyf heldur en að fara til sálfræðings. Tökum við andleg veikindi ekki nú alvarlega? Jú, sko, nei, ég meina miðað við þetta. Ég meina það hafa verið að gera rannsóknir sem sýna ef að sálfræðingar eru niðurgreiddir, þá borgar það sig upp á mjög stuttum tíma fyrir samfélag og það gerir það í minni veikindafjárvistum og minni lyfjakostnaði. Og þessa rannsókn er auðvelt að gera á Íslandi og ég held að þetta sé bara líka spurning svona heilsuhagfræði, ekki bara hvernig við viljum náttúrulega að fólki líði betur, en þetta getur líka verið peningamál fyrir samfélagið og við erum náttúrulega að sjá í mjög auknum mæli núna kostnað út af veikindafjárvistum. Og kulnun. En þarna kannski komin einhverju leyti skýringin á því að Íslendingar gleypa meira pillum heldur en aðrar þjóðir. Við styttum okkur leið, förum ekki til sálfræðingsins, heldur opnum boxið. Ég held að geta alveg spilað inn í þessar háu tölur sem við erum að sjá og það er bara flestir sem hafa ekki efni á því að borga 10 tíma hjá sálfræðingi og en hafa betri aðgang að niðurgreiddum lyfjum. En þetta er bara svona kenning. Hvað svo? Nú eru fyrstu niðurstöðurnar komnar og í nóvember þessum mánuði munu 60.000 konur all land fá boð þátttöku í rannsókninni og þið ætlið að ná svona eiginlega bara öllu þessu samfélagi kvenna inn í þessa rannsókn. Við viljum ná sem allra flestum og fá sem breiðasta og skýrasta mynd af því sem er að gerast og erum að senda núna bréf til þeirra kvenna sem hafa ekki verið boðað og vonum bara að það gangi vel og síðan svona í lok janúar þá ætlum við að halda stóran kynningarfund þar sem við erum svona að fara dýpra onni í þessar niðurstöður sem ég er að ræða núna og ég vil tengja við heilsufarsútkomur og fleira. Síðan fljótlega eftir það munum við ljúka þessari gagnasögu. Og hvað viltu segja við þær konur sem eru að horfa núna á Hringbraut og hlusta á þig, segja mér þessar rannsóknarniðurstöður, þær geta fullkomlega treyst því að fara í þessa rannsókn? Að sjálfsögðu og við förum eftir öllum ýtrustu kröfum persónuvernd og höfum leyfi bæði vísindasiðanefndar og persónuverndar og verðum mjög allt í kringum það. Allar upplýsingar eru tryggar, við rannsakendur höfum aldrei aðgang að neinum persónulega greinilegum gögnum. Þannig að við leggjum mjög mikið upp úr öryggi þeirra upplýsingar sem að er verið að veita okkur og það er náttúrulega, það er frekar einfalt að taka þátt. Maður fer inn á heimasíðun áfallasaga.is og skráir sig inn með rafrænum skilríkjum eða íslykli og það er ennfremur til að tryggja öryggi. Þannig að geti ekki einhver annar verið að svara fyrir mann eða komist inn í svörun manns. Og svara síðan spurningalista. Er Ísland gott rannsóknarland í þessum efnum? Það er frábært rannsóknarland. Við erum alltaf fá, þannig að við eigum stundum erfiðleikum með svona tölfræðilegt afl. En hér er mjög gott að ná til fólks. Við höfum okkar kennitölukerfi og þjóðskrá. Við höfum líka þjóð sem er mjög jákvæð til að taka þátt í vísindarannsóknum. Upplýst og vill upplýsingar? Já. Og hefur mikið netaðgang og vill líka leggja sitt að mörkum til vísinda. Þannig að mín upplifun svona gegnum tíðina hefur algjörlega verið svo að Íslendingar vilja taka þátt í vísindarannsóknum. Hvenær sérðu fyrir endan á þessar rannsókn? Við munum loka henni svona upp úr mánaðamótunum janúar, febrúar. Og hvað ætlið svo að gera við þetta? Við byrjum náttúrulega á því að skoða öll þessu gögn sem við erum komið í fangið og tengja þetta við alla þessa þætti sem ég er búin að vera að lýsa. En svona til framtíðar þá erum við líka að fara að tengja við
heilbrigðisgagnagrunna og jafnvel hafa samband við þáttakendur aftur þegar svona fyrir að líða frá og því að þáttakendur gefa samþykki sitt fyrir því. Þannig að við getum svona haldið þessu áfram næstu áratugina. Já, þetta eru konur 18 ára eldri. Já. Þið gátuð ekki farið niðar? Nei, þá er það orðin börn og ekki lengur sjálfráða, þannig að 18 ára eldri, allar velkomnar í rannsóknina. Hefur þetta verið gert annars staðar? Svona heil þjóð, ekki svo ég veit til. Ekki svona gagnasöfnun frá heilri kvenþjóð. Ég hreinlega hef ekki séð það. Þannig að finnur þið fyrir athygli utan úr heimi nú þegar? Já, við erum með athygli til dæmis samstarfsfólks okkar erlendis sem býður spennt fyrir samstarfi við okkur þessi gögn og svo býst ég nú við enn meira athygli þegar við förum að kynna niðurstöðurnar okkar erlendis. Við erum ekki byrjuð neitt á því og munum ekki byrja strax en ég vænti þess nú að svona þegar maður fer að segja fólki frá á ráðstefnum svona hvað við erum að gera þá finnst öllum þetta stórmerkilegt. Og nú tala ég eins og hver annar kallpungur heldur að sko við munum birta útlendingum ljóta mynd af okkur? Væntanlega sanna? Alltaf sanna mynd. Nei, við bara reynum, ég veit það ekki. Ég vil bara koma aftur hérna í vor og segja þér það og við verðum að meta það saman. Sannleikurinn er það bara svona. Já. En hvernig kom þetta til? Hvernig fenguð þið þessa hugmynd? Við höfum, eins og ég nefndi áðan, verið að rannsaka áhrif áfalla á heilsu í mörg ár og vildum að því við vorum í samstarfi við svona risarannsóknir erlendis sem voru til dæmis í Svíþjóð og vildum endurtaka leikinn hérna á Íslandi og ég man alltaf eftir að samstarfsaðilum og ýmsum bæði hér heima og erlendis fannst þetta alveg galin hugmynd. En svo þetta bara að maður fær galnar hugmyndir og byrjar að undirbúa þær og maður bara fyrir að sjá að þetta getur verið raunhæft og það hvetur mann alltaf áfram í ferlinu og byrja að draga inn litla styrki hér og þar og í lýsið stundum eins og við höfum bara verið að selja dósir hérna tíma til að ná inn en gátum framkvæmt litla rannsókn vorið 2014 sem gaf okkur svolítið svona plattform til þess að halda áfram og þá fóru þessi stóru styrkir að koma. Þannig að þetta er bara svona draumsýn sem verða veruleika. Og svörunin í rauninni er betri en þið byggust við? Hingað til já, við lítum svo á að við erum í hálfleik og það eru komnar 23.000 konur sem er náttúrulega sögulegt og við viljum enn fleiri. Og þá kannski fáið þið fyllri og sannari mynd? Já. Það er takmarkið, loka takmarkið? Já, algjörlega. Gangi ykkur sem allra best. Takk kærlega fyrir. Athyglisvert. Höldum áfram með þáttinn hér innan skamms. Hann er sneisafullur á góðu upplýstindu og fræðandi efni. Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum iðnaðarhúsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Njóti jólana með fjölskyldu og vinum á veitingastaðnum Haust. Vinsæla ameríska jólahlaðborði snýr aftur. Bókaðu borð á haustrestaurant.is. Iron Man og Black Widow hittast í partíi. Hvað gerist næst? Dráttarbeisli, hjólagrindur, skíða og hjólafestingar, Víkurvagnar, Hyrjarhöfða 8. Þarft þú lausn við húðvandamálum. Finnum réttu meðferðina fyrir þig. Yfir 18 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun, sími 533 1320. Mannlíf fagnar 1 árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næststæðsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Er nýja heimili þitt hjá Heimavöllum? Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Leikhústilboð, gisting með morgunverði á Hótel Kea ásamt miða á kabarett aðeins 14.950 krónur á mann. Hafið samband í síma 460 2000.
Já, komið sæl á ný og næst að heilsumannanna. En það sem nefnt ein stærsta áskorun læknisfræðinnar á 21. öldinni eru svokölluð fjölveikindi og þetta tengist þeirri heildrænu sýn á manneskjuna sem að æ meira litið til, þar að segja að það sem að manneskjan upplifir andlega hefur áhrif á hana líkamlega og kannski ekki undir eins og hún til dæmis verður fyrir áfalli heldur seinna meir á lífsleiðinni. Og Margrét Ólafía Tómasdóttir sérfræðingur í heimilislækningum, doktor í þeim sem og lýðheilsuvísindum frá Noregi og Háskóla Íslands. Og Margrét Ólafía starfar á heilsugæslunni í Efstaleitinu sem heimilislæknir og hefur undanfarið vakið athygli á svokölluðum fjölveikindum. Velkomin. Takk fyrir. Við erum æ meira það ekki að skoða andlega líðan og síðan þá áhrif á líkamann. Jú, sem betur fer. Það má kannski segja að í framþróun læknavísinda á undanförnum áratugum að þá hafa verið fókusurað meira á partana. Við höfum verið að fara niður í bara eins og líffærahluta og genin og það hefur verið mjög mikið í umræðinni. En núna þegar við erum komin kannski ansi langt á þá leiðina þá erum við farin að líta eins upp úr myndin aftur og skoða hvernig þetta tengist allt og það skiptir virkilega miklu máli sérstaklega í starfi heimilislæknis. Já, akkurat. Þannig við erum ekki með einn partinu, við erum farin að gera svona, sko. Já, loksins. Er það ekki? Líta eins og heildarmyndina. Já, sjá allt kortið. Já. En fjölveikindi, hvers konar hugtak þetta? Þetta í rauninni afskaplega breytt hugtak. Það skilgreiningin á bakvið það fyrst og fremst bara að vera með 2 eða fleiri langvinna sjúkdóma. Og ef við horfum á það í víðu samhengi þá getur það verið næstu í hvað sem og jafnvel fólk sem upplifir sig mjög hraust, til dæmis að það með háþrýsting eða ofátt kólesteról eða offitu eða eitthvað svoleiðis. En svo getur það farið út í að vera eitthvað sem maður myndum líta á sem töluvert mikla sjúkdómsbyrði. Erfiða stoðkerfisverki, erfið andleg vandamál, hjartabilun, lúnasjúkdóma og slíkt. Já. Og það var kannski meira sá hluti af fjölveikindunum sem við höfum verið að fókusera á. Þannig að þetta getur verið allt frá 2 eða fleiri svona kannski meiri kvillum eða ástandi. Já. Út í það að vera náttúrulega bara alvarlegir sjúkdómar, hjarta- og æðasjúkdómar. Akkurat. Þú skoðaðir þetta í doktorsverkefninu þínu fyrir ári síðan ekki satt, þá áhrif áfalla. Áhrif sem áfalla bæði í barnæsku og svo á fullorðinsárum á þróun á fjölveikindum, já. Og þá skoðar hvað fólk frá 45 ára? Já, við einbyttum okkur að þeim sem voru svona frá 45 ára upp til 70, af því það væri kannski sá hópur þar sem að maður ætti undir flestum eðlilegum kringumstæðum að vera ennþá tiltölulega hraustur, á meðan að þeir sem eru eldri komnir yfir 70, þeir eru kannski af eðlilegum, náttúrulegum orsökum komnir við fleiri sjúkdóma. Já. Og hvað, þú skoðar þá tengslin milli þess að eitthvað olli áfalli og sem kemur þá í ljós seinna á lífsleiðinni? Já, akkurat þannig, sko. Já, þannig að, hvað gerist þá í þeim tilfellum? Líkaminn bara, bara að geyma áfallið? Já og nei. Hann kannski ekki bara að geyma það, því ef hann væri einfaldlega bara að geyma það myndi kannski ekki mikið gerast. En það sem gerist við stór áföll og þá sérstaklega kannski langvarandi erfiðleika, og við erum að tala í barnæsku eitthvað eins og vanrækslu eða misnotkun eða ofbeldið eitthvað svoleiðis, að þá það sem gerist að líffræðilega streitukerfið okkar, sem mjög flókið og spannar mörg mismunandi líffræðilega kerfi, að það fer úr jafnvægi. Þannig það verður svona bara í rauninni kannski eins og eitruð streita og bjargráð okkar við streitu þróast ekki eðlilega. Þannig að smám saman kannski kerfið bara keyra á yfirsnúningi. Ég hef stundum lýst þessu eins og að það væri einhvers konar eldfjall, þar sem það kraumar allt undir þangað til að brýst fram eftir mismunandi veikleikum hvers einstaklings. Já, af því að það kannski verður til eitthvað misvægi, spennustig. Já. Og það þarf ekki að verða dramatískt, bara smá misvægi sem verður til þess að líkaminn kannski ekki að keyra á því leveli sem það ætti að vera að keyra, skilur. Þannig að við erum að tala að andlegar upplifanir, að þær eru líffræðilegar. Já, þær eru líffræðilegar. Við erum ekki að tala neina hysteríu, við erum ekki að tala einhvern aumingjaskap. Nei, nefnilega ekki og það það sem að vísindin hafa verið að sýna í rauninni bara kannski á síðustu 20 árum. Hvernig öll þessi flóknu kerfi spila saman, hvernig boðefnin í heilanum breytast, hvernig þroski heilans verður öðruvísi hjá krökkum sem verður fyrir áföllum og svo náttúrulega þessi kerfi sem við þekkjum eins og taugakerfið og svo kortisólið og hormónin og það allt saman. Já, akkurat. Hvað það sem að þú sérð í þínu starfi sem heimilislæknir? Fólk að bíða mjög lengi
þangað til það að fer til læknis og það kannski orðið mjög lasið? Það dálítill kynslóðamunur í því. Já. Ég held að sem betur fer þá sé yngra fólk í dag aðeins meðvitara þessi áhrif og það kemur fyrir til læknis. Á meðan að það svona, ákveðin munur á eldri kynslóðinni sem vil síður opnin á þessi málefni og forðast að kannski tala við sérstaklega karlmenn. Já, það kynjamunur og kynslóðamunur. Já. En maður hefur tekið eftir því að, til dæmis vefjagigt hefur verið mikið rætt sem svona afleiðing af einhvers konar áföllum. En ekki konur í meirihluta þar? Jú, og það aðeins mismunandi hvernig sjúkdómsmyndin verður. Það kannski jafnvel líklegra að karlmenn séu með einhvers konar fleiri stoðkerfisverki, bakverki, slitgigt í njám og jafnvel kannski frekar áfengisvanda eða eitthvað svoleiðis, sko. En þá vefjagigt, og hvað þessi vefjagigt og þetta gigt, skilurðu? Þetta kannski svolítið skrítið orð. Já, það umdeilt og reyndar held ég að það sé nú verið að breyta flokkunarkerfinu varðandi það hvort að vefjagigt sé beint gigt. Því að hún lýsir sér ekki eins og margir aðrir gigtsjúkdómar. En þetta náttúrulega útbreitt verkjavandamál og oft afleiðing af jafnvel langvarandi slæmum svefni og svo mikilli streitu. Já. Þannig að þessi, vefjagigtin, þetta tala um þetta ósýnilegi sjúkdómar. Já, hann það svolítið. Sér þann ekkert á blóðpröfum eða röntgenmyndum eða neitt svoleiðis. Hvar erum við stödd varðandi þann sjúkdóm? Hvað meira? Verkjasjúkdómur, er hann viðurkenndur algjörlega í dag? Já, ég held að þetta tímabil sem margir hafa talað þar sem að þeir sem voru með vefjagigt urðu fyrir ákveðnum fordómum, jafnvel fordómum þegar fóru að tala við lækni, það sé liði hjá. Og það náttúrulega kannski mönnum eins og Arnóri Víkingsinni að þakka, hann hefur svolítið tekið þennan sjúkdóm á sínarherðar, hann giktlæknir og rekur þraut sem svona endurhæfingarmiðstöð fyrir vefjagigt. Og náttúrulega séð mikið að fræða aðra lækna varðandi þetta. Já, akkurat. En þá varðandi þetta, þessi fjölveikindi, eitthvað sérstætt sem við getum gert til að koma í veg fyrir þau? Vegna þess að það mikil byrði að vera með einn sjúkdóm, hvað þá 2 eða 3 á sama tíma? Já, það náttúrulega margt sem hægt að gera, en varðandi áföllin og það allt saman, þá held ég að það sé kannski bara auka meðvitundina. Þú veist, ræða þetta opinskátt, að fólk átti sig á þessum mögulegu tengingum, fara inn í skólan og fræða börnum hvað sé kannski eðlilegt og óeðlilegt og þess áttar, sko. Já. En við erum ágætisleið þar, finnst það ekki? Já, sem betur fer, jú. En það kannski bara síðustu 2 árin eitthvað svoleiðis sem hefur orðið, kannski eftir að MeToo varð svona áberandi, sko. Já. Og náttúrulega orðið gríðarleg vitundavakning varðandi þessa hluti, sem bara frábært. Akkurat. Ekki heimilislæknastarfið best þegar að maður spáir í þessa hluti, áföll og svo fjölveikindi, ekki nándin mest, náttúrulega þar við sjúklinginn? Það náttúrulega einn af kostunum við heimilislækningar. Það þessi heildræna sýn á sjúklinginn og kannski þetta langtíma samband sem hún að þróa með einstaklingum. Trúnaðarsambandið. Já, og færða fylgjunum í gegnum mismunandi ævistig og mismunandi erfiðleika og áföll og gleðilega hluti og það breytir kontaktnum og sambandinu á milli læknis og sjúklings og gerir það að verkum að að heimilislæknin svo mikilvægur. Hann verður oft kannski líka svona bara eins og fjölskylduvinur. Jafnvel. Þú veist, þekkir alltaf fjölskylduna og fjölskyldusöguna og allt það. Þeir eru næstu bær við prestana. Það náttúrulega eitt af því sem svo skemmtilegt við starfið, sko. Það akkurat þetta. Þarf að sinna sáluhjálp stundum? Já, oft. Hverjum degi. Hverjum degi, já. Gott að fá þig hingað Margrét Ólafía Tómasdóttir sem heilsugæslulæknir á heilsugæslunni í Efstaleiti og lýðheilsufræðingur og hefur vakið athygli á því sem nefnist fjölveikindi í kjölfar áfalla. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Höldum áfram til smástund. Sjóvá efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því að viðskiptavinir okkar séu ánægðari. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. Áður en þú misstir mér konunum þínum, mundu eftir hvað þeir geti gert. Hvað ef þeirra hefni sín?
Á síðustu áratugum hefur skattbyrði láglaunafólks verið stóraukinn. Með hækkun skatta og lækkun barna- og vaxtabóta var vinningi láglaunafólks af síðustu kjarasamningum 1. Á meðan skattbyrði láglaunafólks hefur verið þyngd, hafa skattar hátekjufólks verið lækkaðir. Stóra skattatilfærslan samfélagsmein sem þarf að laga. Lyfjaver býður upp á hagstæð verð af lyfjum og öðrum vörum ásamt úrvalsþjónustu. Kíktu í Lyfjaver og lækkaðu lyfjakostnaðinn. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið. Nano Keramik húðun, eina sanna vörnin fyrir bílinn þinn. Kringlubón, Kringlunni. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Vertu velkomin á opinn kynningarfund fasteignir á Spáni. Á Nauthóli í Nauthólsvík 17. og 18. nóvember. Allir velkomnir. Já, og enn á ný erum við komin í leikhúsið og þessu sinni það Tvískinnungur sem nýtt íslenskt verk sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu síðastliðinn föstudag á litla sviðinu. Verkið eftir Jón Magnús Arnarsson sem byggir það að hluta til á eigin reynslu þegar hann var í neyslu. En hann fyrirverandi rappari líka og slamljóðskáld og verðlaunaður sem slíkur. Og leikstjórinn þarna Ólafur Egill Egilsson og 2 leikarar, Þuríður Blær Jóhannsdóttir og Haraldur Ari Stefánsson sem að koma sér fyrir hjá mér. En við skulum sjá brot úr verkinu fyrst. Já, þarna sáum við brot úr nýju íslensku verki sem sýnt í Borgarleikhúsinu, heitir Tvískinnungur eftir Jón Magnús Arnarsson. En aðalleikararnir sestir hér hjá mér, Þuríður Blær og Haraldur Ari, velkomin. Takk fyrir það. Til hamingju með sýninguna, það var frumsýning á föstudaginn. Já. Og við fyrir bara stuttlega yfir þetta, þið leikið par og þið dragist saman á alveg magnaðan og sjúklegan hátt, þið laðist að hvort öðru. Í grímupartí. Sprengikrafti, já. Svo byrja bara brjálað partí sem enda með ósköpum. Þið eru svona að eyðileggja hvort annað, þið getið ekki sleppt. Vítarhringur samskipta sem margir geta tengt við. En þið kynnist hvar og hvernig? Já. Já, við kynnumst karakterinir, við kynnumst náttúrulega löngu áður, sko, við Blær. En karakterinir kynnast í grímupartíi, þar sem að þau eru í búningum Iron Man og Black Widow. Og þau kynnast þar og það kviknar eitthvað hjá þeim. Þau greinilega tengjast rosalega vel. Þau kannski eru að glíma við svipað vandamál eða eitthvað. Það er óljóst. En þau ná rosalega vel saman. Þau bæði eru sko í búningum ofurhetja en líður líka eins og ofurhetjum. Það aðalega sko tilfinningin. Þau eru ósigrandi og svo þú veist, þetta er bara svona brjálaðasta og fallegasta ástarsaga sem þú getur ímyndað þér og þú lendir í henni. Þannig þess að því að fólk verður alveg sko ofboðslega ástfangið, þá bara færa þennan sprengikraft eins og ofurhetja. Já. Bara svo fíkniefni. Bara svo fíkniefni. Þetta er eins og fyrsta kikkið. Já. Vittu, hvað gerir svo? Þið hittist þarna og þannig svona verið að daðra svolítið við þarna Rómeó og Júlíu. Já, það er smá vísun í það. Já. Ég meina það er eitthvað svona, ég veit ekki hvort það sé forboðin ást, kannski í okkar tilfelli, en þú veist, þeim líður náttúrulega, þú veist, Rómeó og Júlía er erkitýpa hins fullkomna ástarsambands. Hvað var þar, þú veist, ástina og lostan. Og vera óvinir, sko, sitt hverju óvinagenginu, gerir hana, þú veist, það sem gerir hana svo æðislega þú veist, ástina á milli Rómeó og Júlíu að því þau megi ekki eigast, en þau gefa skít í það. Og það er eins með Svörtu ekkjuna og Járnmanninn. Þau eru úr sitt hverju óvinagenginu en verða ástfangin. Já.
og úr náttúrulega verður þetta bara eins og olíu og vatn. Eða einhver eldfim blanda. Já. Já, alltaf fyrstu sinni þá verða það rosalega ástfangin og svo einhvern veginn komast þau að því að kannski eru þau bara of lík eða þú veist, þau eru allavega ekki að matcha, skilur, að sambandið gengur inn ekki upp, það er ekki heilbrigt. Það er ekki jafnvægi, það er, þú veist, og ég held að þetta sé rosalega algeng saga og margir kannast við að ef þú hefur ekki sjálfsástina, ef þú elskar ekki sjálfan þig, þá ertu alltaf að reyna að finna aðra manneskju til að fylla upp í gatið og elska þig fyrir þig. Og þegar báðar manneskjur eru þar, þú veist, og bara hver sem þú veist, það er aldrei heilbrigt og þá einhvern veginn, þá hættirðu um leið og við erum orðin par og þú ert orðin partur af mér og ég elska mikið, þá hætti ég líka að elska þig. Og þú ert orðin partur af mér og þá fyrir við að hata hvort annað. En samt elska hvort annað. Þetta er mjög skrítið og mjög erfitt. Þetta er þessi vítarhingur. Og sko, getið komst ekki út úr því, getið ekki sleppt. Og vegna þess að þetta er bara eins og fíkn. Því svo kemur náttúrulega koma fíkniefnin inn í þetta líka. Og sko, hvaða hlutverki gegnir það kannski í verkinu? Að þið farið að neyta fíkniefna og allt fyrir til andskotans. Þetta er náttúrulega það sama og með, sko, þau eru fíklar og þegar þú ert fíkill þá, þú veist, ef þú hættir einni fíkn þá bara tekur önnur fíkn við. Og þau eru ástarfíklar og þau eru fíklar í eiturlyf og þau eru fíklar í þetta fyrsta kikk sem þau fundu saman sem var eins og einhvers konar eiturlyf. Og þau veist, já, þau eru bara svolítið mikið einhvern veginn í öllu þessu rugli og þú veist, þeim mun meira sem þú gerir það, þeim mun minna kikk ferð að fá og bráðum þarftu bara að gera alls konar shit til þess að halda þér á núlli. En þið leikið tvennpör, þið leikið náttúrulega þetta par, en svo þetta sama par samt starfsmenn Borgarleikhússins. Þetta er í rauninni, sko, þetta er í rauninni leikarapar sem að leika í leiksýningu sem eru Iron Man og Black Widow og svo þriðja parið, þá eru sviðsmenn sem að fylgjast með þeim og þeirra samskiptum. Já, einmitt að tala þau svona betur hvað í gangi hjá þeim en svo fer þetta að blandast allt saman. Já, það blæðir á milli, sko. Já. Ég veit ekki hvort þau að segja áhörðum strax frá því, sko. Nei, þau hefur ekki bara skynjað það, sko. Já, en þetta er svona skemmtilegt tvist, svo ég sletti, en þetta eru gríðarlega átök. Klukkutíma 20 mínútur, ekki hlé. Og sko, þið hljótið að þurft að fara bara einhverja æfingabúðir til þess að geta þetta, því að þetta er svo líkamlega krefjandi. Það er þessi kaðall þarna, kóngulóarvefurinn, sem að þið hangið á allan mögulegan og ómögulegan máta. Það eru mörg áhættuatriði þarna. Já, það eru, við þurftum að æfa nokkur atriði sérstaklega vel, bara upp á öryggisins vegna. Akkurat. En jú, ég meina, ég var í rektinni hjá mömmu minni. Já, hún er einkaþjálfari. Akkurat. Agnes Kristjánsdóttir og en svo þú veist líka bara, við pössuðum okkur á því að, ég veit ekki hvort þau passaði okkur á því, en við vorum eiginlega búin að læra textan þegar við fórum út á gólf bara því við vissum að það væri svo margt annað sem ætti að vera að skoða. Þú veist eins og leikmyndin og ég meina allir þessir karakterar og sviðsmyndin, þannig að við þurftum kannski að hafa minni áhyggjur af því, þannig að við gátum skoða hvað var í boði. Og við fáum líka að drekka, í einhvers staðar í gegnum ferlið kom það til að við byrjuðum að drekka orkudrykk inn í miðri sýningu, eða sviðsmennirnir fá sér orkudrykk, sem er rosalega gott fyrir leikarinn og leikonuna þegar líður á, þegar þetta verður erfiðara og erfiðara að vera með smá koffín. Já, það hlýtur að vera. En það er ekki það eina sem er mjög krefjandi, því þetta er í bundnu máli, textinn, og þetta er svona slam, ljóð, ljóðaslam. Akkurat. Og hvernig fannst ykkur að vera með það form? Sko, maður myndi halda að það væri erfitt. Mér leið ekki þannig. Þú veist, það fór að vera erfitt þegar við fórum að kötta úr og maður var kannski búinn að leggja eitthvað á minnið. En þetta, eins og með Shakespeare-texta, það er oft auðveldara að læra þannig texta heldur en einhvern nútímalegan texta sem er kannski mikið í endurtekningum. Og það er líka þannig texti í verkinu. Það er miklu erfiðara að læra sviðsmannatextan sem er meira svona, hvað getur maður sagt, abstrakt og meira svona hver, þú, ég, típa af texta. En rímamál, bundimál, ef það er vel skrifað og ef það er, þú veist, réttir stuðlar og höfuðstafir og flæðið er einhvern veginn rétt, þá er maður
Það er ekkert svo erfitt. Maður fljótar að læra það heldur venjulegan texta. Já, maður fljótar að læra það og þetta náttúrulega líka, þú veist, eins og Shakespeare texti, hann var, þú veist, hann var skrifaður líka með þeim, ég veit ekki, þetta náttúrulega bara fallegu texti, en það hjálpaði til fyrir leikarana að það voru rímorð og það voru notaðir stuðlar og höfuðstafir til þess að muna þetta alltaf, þau voru bara... Já, þú meinar í gamla daga. Í gamla daga. Já, akkurat. Þú veist, þá fengur kannski bara sínar replikur og svo stikkorð frá hinum leikurunum og svo þurftu þeir að læra þetta á nokkrum dögum eða vikum. Já. En þið svo sem eruð ekkert alveg sko ókunnug þessum að fara með svona texta. Þú ert náttúrulega í Reykjavík dætrum og þú hefur nú verið í rappinu líka. Jú, ég var nú því ég var lítill. Þú var lítill, já. Talandi að vera lítill, betur þið hafið text frá því í leikskóla? Já. Frá því vorum eins árs. Já. Hjálpar það í þessari sýningu? Já, það hjálpar. Er það ekki? Klárlega. Já. Það er bara eitthvað svona traust og ég meina við þekkjum það hvort annað, þú veist, við vitum að ef einhver væri, þú veist, erfiður þá myndum bara láta hvort annað vita og við getum örglað í hvort öðru og já, það hjálpar klárlega. Þau vilja tala saman og það er ekkert, engar flækjur á milli okkar einhvern veginn. En það er bara svona kærleikur, myndi ég segja. Já. Smá eins og systkini. Já, svolítið. En þessi kadall sem er hérna á miðjusviðinu, gólfinu, svona köngulófyfir, hvaða merkingu hefur það? Já, þegar stórt spurt, sko, nú get ég bara lagt mína eigin merkingu í það. Það er engin, Sigga-Sunna er ekkert með eitthvað ákveðna pælingu þar, eða þú veist, jú, margar. Ekki sem hún segir okkur. En ég meina, þetta er... Leikmyndahönnuðurinn. Já, þetta er eins og Klifugrindin í Hljómskálagarðinum, í rauninni, nema snúð og hvolf. Og það getur verið, þú veist, það er bæði eins og, eitthvað á leikskóla og eða þú veist, eins og bara Hljómskálagarðurinn, ég sagði einhvern tímann að þetta er eins og sko, þetta er bæði staðurinn sem börn leika sér en líka það sem maður fór á fyrsta fylleríið sitt, einhvern veginn, og líka það sem maður var eitthvað skotin í fyrsta sinn með bjórflösku í hendi, eitthvað halda sér í þess eða ég man eftir því. Og einhvern veginn, þannig þetta er eins og þú veist, þetta er eitthvað svona tákmynd fyrir ástina á leiknum, sko, leikskóli, leikvangur, leiksvið. En hefði ekki verið nærtækast samt að hugsa að þau eru föst í vef? Jú, svo er þetta náttúrulega líka það. Það er svarta ekkjan, þau eru föst í vef, lygavef, sambandsvef og ég meina svo erum við að vera nefnt í verkinu það er talað um taugakerfið. Akkurat, já. Þetta er eins og taugakerfið, sérstaklega með ákveðinni lýsingu þá. Þú veist, og svo er náttúrulega hæðin líka, skilur við, þegar maður er í eitilugum eða er að ná einhverju ef maður er hamingjusamur þá ná maður ákveðinni hæð, þú veist. Já, þú ert einhverju vímu. Já, til dæmis. Þannig að við leikum okkur svolítið með það og svo getur maður dottið niður og festist og já, þú veist, það er margt í þessu, svo er pottið að einhverju áhorfendur lesa eitthvað annað. Ég meina, það var eitthvað sem sagði að þetta væri svo leg. Já, ég skil. Eða móðurlífi, móðurlíf. Og erfitt, sko, góð list, þú getur ekki niður neltana. Nei, þetta er mjög sniðugt. En sko, það er ekki hlé. Og sko, er einhver sérstök ástæða fyrir því vegna þess að þetta er svo krefjandi að maður hugsaði betur, þú veist, þurfið ekki breyk? Ég held að þessi saga er... Þetta skemma sýninguna? Hæ? Þetta var rætt. Við vildum eiginlega ekki hafa hlé. Bara því að þú veist, það er svo mikil uppbygging og svo í fyrsta lagi þá er náttúrulega ekki hlé skrifað inn í verkið. Þannig að mér finnst það er einhvern veginn bara eins og maður fyrir hlé í bíó. Þá oft er það einhvern veginn, þá skemmir einhvern veginn svona uppbygginguna og það sem áhorfendur búin að lifa sér inn í eitthvað og svo allt í einu kemur bara að maður fer á klóstið og fær sér popp. Já. Og þetta er, þú veist, þetta samband einhvern veginn er þannig að við viljum að áhorfendur séu með í því, þú veist, allan tíman. Þú ferð inn og það er frábært og svo ferð að sjá hvernig það afmyndast hægt og hvernig það verður óbærilegt að lokum. Og alveg svo sambandið tekur aldrei hlé. Þú veist, þau eru aldrei laus við hvort annað. Þau geta tekið pásu og tóku örugglega pásu, the originals, whatever, en þú veist, þú ert samt ekki, þú færð aldrei hlé, þú færð aldrei frið, ekki fyrir nema þú klárir þetta. Sem áhorfandi fékk ég ekkert hlé. Já, og ég held að það sé góðsviti, að þið langar jafnvel á einhverjum tímapunkti bara, jæja, klárum þetta, eða þú veist, ég veit ekki. Já, jafnvel, sko, af því að maður er svolítið eftir sig þegar maður er búinn að sjá þetta, því það náttúrulega, það kemur alltaf ofbeldi inn í þetta líka. Já.
Og maður bara svolítið eftir sig og það náttúrulega eru hlutir sem að sko, fullorðna manneskjur tengja við þetta. Þegar að sambönd eru óeðlileg, þá verð ég bara að segja það. En þetta rússíbani. Já, þetta algjör rússíbani. Hringekja. Já, og það ekkert af henni. Nei. Þú getur stoppað rétt áður en eins og þegar rússíbanin er komin upp og þú ert eitthvað, nei, ég vil ekki fara niður, ég vil ekki fara niður, ég vil ekki fara niður. Þú getur ekki eitt að stopp. Þetta svolítið þannig. Það mjög gott þú segir það. Ég held að það sé akkurat það sem við viljum. Já. Herðu, við skulum setja punktinn hér í bili. Ég mæli heilshugar með þessu verki. Það óvenjulegt, það frumlegt og það kröftugt og það vel leikið. Takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að hafa okkur. Jóhannsdóttir og Haraldur Ari Stefánsson sem leika aðalhlutverkin og við ætlum að fara næst í tölvuleikja fyrirtækið Solid Clouds með henni Snædísi. Já, komið sæl og blessuð. Solid Clouds íslenskt tölvuleikjafyrirtæki sem nú þessar mundir að gefa út leikinn Starborn. Ég ætla að tala við hann Stefán, en Stefán ætlar að segja mér að frá hvað það felur í sér að búa til tölvuleik. Já, Stefán, nú voruð að gefa út ykkar fyrsta leik sem heitir Starborn, þið hjá Solid Clouds. Segðu mér, hvað felur í sér að búa til svona leik? Hvernig ferlið? Þetta alveg meira hátt að bara vinna. Og það þurfa svo margir að koma að þessu. Það saman að marga hópa, hvort sem eru fjárfestar eða artistar eða forritarar og láta þetta allt virka saman. Já, þetta mörg starfsvið sem koma að þessu. Hvað þið búin að vera lengi með þetta sem aðalverkefni? Sko, fyrirtækið stofnaði í lok 2013. Já. En hjólinn byrja ekki alveg að snúast svona fyrir í lok 2014. Já. Og teymið komið á fullt 2015. Já. Þannig að ég held að sanngjarnt svar séu kannski svona 4 ár. Já. Það alveg svo langur tími sem felur í sér að búa til tölvuleik. Já, það getur verið það. Já. Við getum náttúrulega svo sem gert svona einfaldan leik á nokkrum mánuðum. En svona fyrir mjög metnaðarfullt verkefni eins og þetta, já. Já. Og þetta mjög flókin, eða sko ekki flókin að spila leikur, heldur tæknilega rosalega djúpur leikur, eða ekki? Jú, og eins og hjá okkur þá erum við með leikborð sem upp í 5.000 manns geta verið online á sama tíma. Og við erum að fara svolítið sérstaklega leið að þessu, eitthvað sem hefur ekki verið gert áður. Segðu mér frá því. Við erum að teikna alveg risastórt leikborð fyrir spilurna. Já. Og það þetta herkjanskur leikur, þar sem þú eignast eitt svæði sem eru svona 6 hefningar. Já. Og margir þekkja leiki svo Civilization sem eru líka svona 6 hefningar. Og sem nú mjög þekktur leikur og búinn að vera ídra mjög lengi. En stæðstu leikkortin til dæmis í þeim leik eru 10.000 sexningar eða svona hexagonar. Já. Okkar leikur, þessi útgáfa sem er með í loftinu núna eru 750.000. Vá. Þannig það tölur munur á. Já, og þú getur bara þysja inn og út og alveg niður í einhverjar orðstöð sem í gangi eða einhver svona skipafljúum og síðan bara, þú veist, alveg út, sko. Já, og leikurinn gerist í heiminum, ekki svo? Sem sagt, in space? Já. Já. Nákvæmlega. En fyrir hvað aldur myndur þú segja að þessi leikur væri? Þetta á víðum aldri? Ég myndi kannski ekki alveg segja það, en þetta yfirleitt aðallega kringum 30. Já. Maður hefur tekið eftir því að svona í kringum 14 ára aldur byrja börn að hafa áhuga á svona herkjanskuleikjum. Já. Og þannig að samkvæmt okkar tölum rétt í kringum 30. Já. Aðallega kallmenn, ekki alveg út af hverju. Það fylgir kannski bara áhuga sviði? Já, líklega. En segðu mér, hvað haldið þið að leikurinn fari víða? Haldið þið að hann verði spilaður allan leik? Allan heim, segi ég? Já, nú þegar hann það, sko. Hann nú þegar? Já. Og það ekki búið að formlega gefa hann út? Nei, við erum í svokallum alfa-prófunarfasa í dag. Já. Og þetta svona lokaspretturinn í alfa-útgáfunum hjá okkur. Já. Þannig að aðalmarkmiðið núna bara að passa að serverinn okkar leikjaþjónarnir geta höndlað álagið. Já. Og við erum svona í að byggja upp samfélagsspilarna líka. Já. Þannig að við viljum koma út nokkrum leikkortum í þessum prófunarfasa sem eru samhliða hvor öðrum. Og
Já, og ná svona þannig að nýju spilarar hafa alltaf ferska stöðu til að koma inn í. Við Íslendingar, við erum ekkert að gefa út leiki á hverjum degi, er það nokkuð? Nei, það er svo sem alveg rétt, en með að höfðatölu að vinna ansi margir í þessum iðnaði hérna. Já, það er svoleiðis. Já, og ég held samt bara tölvuleikjagerð eigi bara ofsalega vel við Íslendinga og Norðurlandabúa. Út af hverju segir það? Okkur gengur almennt á Norðurlöndunum mjög vel í tölvuleikjagerð. Já. Og sérstaklega á lít til Finnlands og Svíþjóðar. Og það er alveg ofsalega mikið flóra af tölvuleikjum til dæmis í Svíþjóð. Já. Þú veist, meðan Finnarnir eru svona meira mobile, þá myndir við finna í Svíþjóð mobile, já, og hergæskuleiki, skotleiki og bara you name it, sko. Þeir eru með það. Ég veit ekki, þú veist, hvort það sé bara, við erum bara svona frjálslegi hugsun, kreatív. Frjótt ímyndunarafl. Já, og við fáum kannski bara að njóta okkur vel sem samfélag. Og þess vegna er fólk kannski óhræddara við bara að tjá sig og fara út í eitthvað svona. Já, förum að kveðja. En aðeins að minna hérna á grein sem Páll Baldvin skrifar hérna í Fréttablaðið í dag sviðslista deilur leiklistarfólks og ráðuneytisins. Lilja Alfreðsdóttir að margra mati komin upp við vegg, sækir lítils samráðs við sviðslistagreinarnar og ætlar að gera... Við skulum segja meints lítils samráðs, því að ég ætla nú að taka svolítið hanskan upp hérna fyrir Lilju. Hún náttúrulega er með málið, frumvarpið, í samráðsgáttinni. En Páll Baldur skrifar hérna ansi skemmtilega grein eins og honum er lagið í Fréttablaðið í dag. Hvað er hann að segja? Já, hann er bara að rétta út sáttahönd sína sem formaður félags leikstjóra á Íslandi og biður hana að slá ekki á hana. Þannig að Lilja ekki slá á sáttahönd Páls Baldvins. Ég skil. Við ætlum að segja þetta gott í bili og verðum hér aftur á morgun með gott úrval úr því sem við höfum verið að gera. Takk fyrir að vera með okkur og verið sæl.